Allt sem þú þarft fyrir ásatíðina færðu í Djós. Þátturinn í boði Djós. Já, við höldum áfram að fjalla yngri flokka starf í knattspyrnu. KA búin að fá sinn tíma, þannig að nú komið að Þór. Hingað í setti komið með hann Andra Hjörvar, yfirþjálfari yngri flokka hjá Þór. Velkomin. Takk. Hefur byrjað að fara aðeins yfir svona helstu áherslurnar hjá Þór í yngri flokkaþjálfun? Það fyrst og fremst að veita bara alhliða góða þjálfun. Við erum með metnaðarfulla þjálfara sem vilja gera allar æfingarnar sem bestar og við reynum að skapa umhverfi fyrir einstakling til að þroskast bæði persónulega og knattspyrnulega. Þannig að hver einasti iðkandi á að fara glaður heim að æfingunni og tilbúin að mæta það næstu. Þetta náttúrulega rosalega breytt aldursbil sem við erum að tala alveg frá 8. flokknum upp í annan flokk. Já, reyndar undir unglingaráðinu þá erum við bara upp í 3. flokk og svo er það aðskilt. En hvernig, ef við förum aðeins yfir þetta starf hjá ykkur, það koma margir að, þetta eru foreldrar, það eru krakkarnir sjálfir, það eru þjálfararnir, þetta er mikið batteri. Þetta er alveg heljar batteri og þegar maður talar æfingar yngri flokka þá eins og segir, það ekki bara þjálfarar og iðkandinn, heldur allt í kringum það. Foreldrarnir eru líka partur af þessu í blíðu og stríðu, starfsmenn, bogans og þeirra íþróttahúsa þar sem við æfum knattspyrnuna. Þetta tengist allt saman helst í hendur og tala nú bara sjálfboðaliðana sem að vinna sitt ótrúlega starf til að öll þessi mót geti orðið að veruleika. Þannig að þetta er alltaf meira heldur en að segja að það rétt hjá þér. Og það eru væntanlega mismunandi áherslur líka því þessu flokkaskipt, það eru 2 árgangar í hverjum flokki og við byrjum í 5 manna bolta, færum okkur yfir í 7-8 manna bolta og svo 11 manna bolta. Já, hárrétt. Stökkin þarna á milli geta náttúrulega verið misstór, sérstaklega þá kannski úr 5 manna bolta eða 8 manna bolta yfir svo í 11 manna bolta, þar að segja þú ferð á litlum völli yfir í stóran völl. Það er stærsta skrefið sko. En við þjálfararnir reynum nú yfirleitt að undirbúa krakkana svona fyrir það með því að leyfa þeim að æfa eins upp fyrir sig og prófa stóran völl og svona og þannig að þeir séu betur undirbúin fyrir þetta en það er rétt hjá þér, áherslurnar eru mismunandi eftir flokkum sko. Ekki bara hvað var að starfa völlinum og boltanum, heldur líka bara leikskipulagi og æfingun og sjálfum sko. Til þess að bregðast þessu stökki þarna akkurat eins og segir, völlurinn var stækkar, þetta er hálfur völlur og 8 leikmenn á Íslandsmótinu, ekki 7. Já. Finnst þér þetta hafa verið að virka? Úr þá 7 í 8 manna eða? Já, ég held það, einhverju leyti. Sko, þetta eru alltaf pælingar hvort maður að fara úr 7 í 8 eða 7 í 9. Til dæmis á Norrlöndunum eru menn mikið að vinna með 9 móti 9 en það er allur gangur á þessu og það er bara spurning hvernig KSÍ og félögum bara hér á landinu finnst best að gera þetta sko. Aðaláherslan finnst mér að þetta ætti að vera eins að ekki 1 mót sé með 7 leikmanna mót og svo eitthvað annað með 8 mann eða öfugt skilur. Það ætti að vera svona samræmi og þá kannski hægt að undirbúa krakkana og þjálfarana betur fyrir þetta. Hvað eru margir að æfa hjá ykkur? Við teljum hátt í 500. Við vorum nærri 500 nú síðast sumar og það er bara mismunandi eftir hvort það er vetur eða sumar. En já, við náðum nærri 500 núna síðast sumar og við höfum aldrei verið fleiri, þannig að það er jákvætt. Við talum um 5 manna boltan, það eru umræðan verið á maður að spila út frá markmanni eða á maður að sparka fram og maður hefur séð reglur eins og að leikmenn þurfa að færa sig fyrir aftan ákveðinn punkt þegar að markmaðurinn í andstæðinga heldur á boltanum. Já. Hvernig er þetta hjá Þór? Áherslan okkar er alltaf að reyna að spila. Við að sjálfsögðu skömmum ekki leikmannin eða markmanni fyrir það að sparka fram. Þetta er kannski bara staðan sem hann lendir í og hann sér ekkert annan kost í stöðunni heldur en að sparka fram. Og þá sjálfsögðu skammar maður ekki leikmanni heldur kannski reynir svona aðeins að tala við hann og spurja, gastu sent boltan eða eitthvað. En að sjálfsögðu, við reynum náttúrulega að spila boltanum. Ég held að það henti öllum best og það er betra fyrir leikinn að boltanum sé bara spilað niður á grasinu. En varðandi reglur að bakka frá aftan miðju og slíkt til þess að það sé hægt að spila út frá markmanni. Ég er alveg hlynntur því. Ef ekki það móti því, þá má alveg reyna það. Með þetta eins og margt annað. Það er menn þurfa bara einhvern veginn að finna hvað virkar og hvað virkar ekki. Það má alveg hiklaust prófa hlutina fram og tilbaka sko. Það er ekkert rétt eða rangt þannig held ég.
vera kannski með ákveðnar áherslur en síðan eru náttúrulega mismunandi aðstæður sem kalla það að þú bregðist öðruvísi við eins og þú segir. Já, klálega. Sem dæmi þá kannski regla að bakka en hitt liðið gerir það ekki eða einhvern veginn vegna þá er það ekki hægt eða hvað og ég menna þá náttúrulega bregðumst við bara við því en það æsir sig enginn onni í raskat ef eitthvað fyrir úrskeiðis sko, einmitt út á svona reglum eitthvað sko, við bara spilum með því. Og það þarf að vera hægt að gera bæði einhvern tímann heyrði ég þjálfari að segja að þú spilar ekkert út frá markmanni ef þú ert að búa til leikmann fyrir íslenska landsliðið því að þú sér nú hvernig þeir spila, þeir negla boltanum bara fram. Já, margir þjálfarar hugsa svona fram í tíman og velta því fyrir sér af hverju við erum að kenna þetta þegar einmitt þú segir þegar landsliðið að spila svona á kolli og þetta ágætt bara við markmannin en það bara þannig eins og ég sagði aðstæðurnar skipta miklu máli, þú spila bara boltan eins og aðstæðurnar leyfa og ef krakkinn sparkar langum bolta fram þá bara verða það þannig sko. Ákveðin leikkerfi sem að Þór leggur upp með að þjálfarar kenni eða fer það bara eftir hópnum hverju sinni hvaða leikkerfi notað? Það fer rosalega bara eftir hópnum og þjálfaranum líka. Þjálfarinn er ekki settur í einhverjum mót og beðinn að spila ákveðin kerfi sem slíkt sko. Og við erum ekki á þeim stað þannig að við ætlum að spila sama kerfi upp alla flokka bara því að meistaraflokkurinn okkar spilar svoleiðis kerfi. Og ástæðan er einfaldlega svo að meistaraflokksþjálfararnir koma og fara og þeir eru með mismunandi áherslur og hópurinn að sjálfsögðu er mismunandi milli ára og sum kerfin henta betur en önnur þannig að við viljum ekki endilega festa neitt leikmann í einhverju kerfi. Heldur kannski að væri æskilegra að kenna leikmönnum 1, 2 eða 3 kerfi og vera kannski klára þeim kerfum. Núna er Þór og Káa, þetta eru mjög fjölmenn lið í yngri flokkum og fjölmennar en önnur lið á svæðinu en eins og Íslandsmóti þessu skipt upp í landshlutana. Hvernig metur þú þetta? Það eru mikil yfirburði hjá Þór og Káa eins og á Íslandsmóti. Já, gaman á skildi nefna þetta. Við erum einmitt búin að sækja það sameiginlega með Káa núna til dæmis í 5. flokki karla og kvenna að fá að spila með sunnanliðunum í Íslandsmótinu, í riðli með þeim fyrir sunnan. Og aðalástæðan er einmitt það að undanfarin ár þá hafa leikirnir hjá Þór og Káa við lið í kring verið svona frekar ójafnir að flestu leyti, auðvitað koma leikir þar sem hin liðin í kring eiga góða leikmenn og ná að sigra en í flestum tilfellum þá eru leikirnir yfirleitt þannig að þeir vinnast á of stórum markamun og við ætlum að reyna á það að sækja hjá KSÍ að fá að spila með liðan fyrir sunnan. Og ég held að það sé framfara skref fyrir okkur, allavega Þór og Káa, að geta að spila með liðanum fyrir sunnan sem eru töluvert sterkari og fá þá jafnari leiki. Það er bæði betra fyrir okkur og hin liðin. Og þá líka ef að þú vinnur til dæmis riðilinn fyrir norðan og svo fyrir úrslitakeppnina fyrir sunnan, þá ertu að mæta liðum sem hafa verið að spila erfiða leiki allt sumarið, en þú fær kannski skellinn þegar þú mætir allt í einu miklu erfiðara prógram. Hárrétt, það er þekkt, það er einmitt líka ástæðan að það er ekkert gaman að spila hér fyrir norðan og austan og í kring og vinna leiki með 2 marka mun og fara svo úrslit og tapa með 2 marka mun. Það meikar ekkert sens hannilega sko. Þannig að við viljum reyna að forðast þetta og fá jafnara mót. Takk hérlega fyrir spjallið, Andri, tíminn því miður floginn frá okkur. Við kíkjum yfir í auglýsingar. Sönn Vil Jakkaföt, herradeild J.M.J. Akureyri. Þátturinn er í boði J.M.J.